Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri í gríðarlega fallegum jólasnjó. Enda kominn desember, fyrsti föstudagsþátturinn í desember og þessi þáttur mun auðvitað bera dálítið keim að því. Ég nú ekki frá því að móðir jólasveinanna ætli jafnvel að koma hérna við. Við ætlum aðeins að tala bækur, jólabækur. Við ætlum líka að tala allt sorpið sem að safnast í kringum þessa jólahátíð því að neyslunni fylgir auðvitað úrgangur. En við fjöllum ýmislegt, himnodíu, hver veit nema að Greta Salóme kíki til okkar ef hún búin að fá skilaboðin frá mér. En við ætlum hins vegar að byrja hérna með honum Friðriki Ómari, vertu velkominn. Takk fyrir. Það er eiginlega búið að vera jól hjá þér bara allt árið eða hvað? Nei, já, svona í nokkra mánuði. Já. En ég samt ekkert komin í jólaskapið beint, sko. Ég held að nei, ekki þetta svona hið eina sanna, sko. Nei. Það gerist eiginlega ekkert fyrir bara á aðfangadag hjá mér. En hvernig þú byrjar að taka upp jólaplötuna þína hvenær? Í sumar eða? Já, í lok sumars. Eftir fiskidaginn? Eftir fiskidaginn. Já. Mikið rétt. Það er svona áramót. Já, það var svona þannig, ok, það var svona fyrir og eftir fiskidaginn. Ég mæla alltaf því. En það er í rauninni, maður hefur nú gert þetta áður, sko. Þetta er bara svona, þá hljóma ekkert voðalega vel. Þetta er svona vinna, sko, á þeim tíma. Bara eitthvað sem maður verður að gera. Og svo kemur sem betur fer svona, þegar líða tekur á jólum, þá kemur svona feelingurinn og fiðringurinn, sko. En hér þess eina jólaskap og sanna kemur bara aðfangadag. Já, nákvæmlega. En þessi jólaplata, hvaða lög eru þetta sem þú taka? Þetta er bara svona góð bland af nýjum lögum og eldri lögum eftir íslenska höfunda og svo erlenda líka, en öll á íslensku. Og hún er bara eiginlega allt í senn, hún er fjörug og létt og smá hátíðleg og þetta er svona smá blanda af öllu og endar á áramótunum. Nákvæmlega, eins og það á að vera. Já, eins og það á að vera, sko. Þetta er svolítið svona jólin eins og ég sá það fyrir mér. Þetta er svona aðvendan og léttleiki og fer í smá hátíðleika og svo kemur áramótalagi í lokin. Smá partí? Já, það er ekki mikið partí, sko. Þetta er svona dramatískt lag og er mjög fallegt. Já, nákvæmlega. Áramótin eru nefnilega svo skrítin. Þau eru einhvern veginn samblanda partí en líka einhverjum svona söknuði og síðan tillökkun. Já, ég er algjörlega sammála. Mér finnst svona áramótin vera bið frá því að svona það gamla staða rennur upp, svo býður maður bara einhvern veginn eftir þetta sé búið og svo tekur bara eitthvað við. Horfur á árið hverfa og tárast? Nei, ég hef nú ekki gert það. Ég hef ekki tárast en mér finnst algjörlega mjög nauðsynlegt að hlusta nú áriði liðið í útvarpinu. Það er rosalega fallegt. Nákvæmlega. En jólatónleikarnir, stóru tónleikarnir á morgun, laugardag í Hofi, segðu okkur frá þeim. Þeir eru náttúrulega bara, ég er ótrúlega spenntur. Ég er með svo mikið af flottu liði. Þetta er eitthvað sem mér hefur langað að gera svolítið tíma frá því að sérstaklega eftir að Hof opnaði. Ég hef alltaf verið samt á þessum tíma með tónleika á haustin. En núna ætlaði ég að gera í fyrsta skipti að vera með jólatónleika og svona alveg jóla. Sko, það er nóga snjó, sko, en ég er samt með snjó, þú veist, á sviðinu líka. Og þetta verður svona, já, í fyrsta sinn sem ég gerir þetta og vonandi verður það bara eitthvað sem verður árlegt. Ég vonast til þess að þetta muni ganga það vel. Þú ert nú svolítið þekktur fyrir að vera meistari þegar það kemur að því að gera allan pakkan alla leið. Þó tónlistin sé aðalatriður, þá er dálítið mikið annað í kringum umgjörðuna. Finnst þér þetta skipta miklu máli? Ég finnst það skipta miklu máli. Ég fann bara allt í einu núna fyrir nokkrum árum að þarna líka þetta er eitthvað svona áhuga sig hjá mér. Já. Og svo þegar ég fór að hugsa tilbaka frá því að ég var bara unglingur og krakki, ég elskaði þetta að gera sviðsmyndir og allt í Leikfélaginu á Dalvík og þannig að sko, einhvern veginn ég fann barnið í mér aftur varðandi þetta, sko, að búa til umgjörð og það hjálpar svo mikið listinni, tónlistinni að þetta sé allt í réttri umgjörð og svona náttúrulega lýsingin og þetta er svona mikla pælingar og ofsalega skemmtilegar. Og þetta er nefnilega svo mikið, búningar, sviðsmynd, lýsing, þú veist, allt í kringum pakkan, á þess að kæfa samt pakkan og allt þetta er rosa... Þetta er alveg þunn lína líka, sko. Það verður ekki of mikið. Ekki spreyja bara glimmir og allt og allir glaðir. Nei, það er, þú veist, svolítið málið, sko, en þetta er eins og í þessu, þetta er ekkert flókið í jólunum, sko, fólk vill bara hafa þetta jólalegt og það er bara, eins og ég segi, maður vill bara borða sömu kökurnar og þá er jólinn komin, sko, þú veist, þannig að við erum, svo við séum að flytja lög náttúrulega af plötunum minni og síðan erum við að taka þessar jólakökur sem allir þekkja og Stebbi Hilmars tekur, þú veist, Líður á jólum og
og Margrét Eir og stelpun taka Hugurinn fer hærra og öll þessi stóru og flottu lög og þannig að við erum alveg að sko að ég veit að svona þeir sem að elska jólun og jólatónlist þetta er að svífa út sko, ég veit ég sé það alveg fyrir mig, ég er búinn að pródúsera það. Já, þú kannt að búa til mómentin allavega, það er nokkuð ljóst. En veðrið, Ísland, þetta er fullt af fólki að koma úr borginni, ertu ekkert með maganum yfir veðrinu? Jú, ég er alveg með smá í maganum yfir veðrinu og en ég er náttúrulega norrlendingur, þú veist, og maður hefur upplifað ýmislegt. Og í síðustu viku var ég í Reykjavík þar sem var því líka óveðursspáðin sko og ég labbaði út, ég bara hvað er í gangi hérna og þá skil ég að það er aðeins öðruvísi reglur í Reykjavík sko, það er svo margir sem búa hérna og þegar allir fara af stað og illa útbúnum bílum og það verður bara að stoppa fólk sko. Hér við kunnum og þekkjum þetta aðeins betur. Svo erum við svo fá að þó einn og einn, þú veist, bara festið sig þá bara kippið honum upp og það myndast ekki 1000 manna röð. Nei, en að sjálfsögðu, fólk á ekki að fara sér að voða sko, þú veist, við fylgjumst bara vel með Spánni og gerum bara okkar besta allavega í versta falli verið þarna einn á sviðinu í allri sviðsmyndinni, í snjókomunni og með sprengjurnar, þú veist, í kringum mig. Og það verður alveg mega sjó. Það getur ekki klikkað. Nei. En með þér, þetta eru Stebbi og... Þetta er Stebbi Hilmars og Pálmi Gunnars og Ninna, dóttir hans, þau feðginin, æðislegt að fá þau. Hákon Guðni, Akureyringur ungur og æðislegur, hann er núna í London í tónsmíðanámi. Og síðan er það Margrét Eir og María Ólafsdóttir, Eurovision fari. Og svo náttúrulega hljómsveitin er náttúrulega alveg bara gjörsamlega trufluð sko. Það er svo gaman að standa á sviðinu og finna þessa fyllingu sko að vera með góða hljómsveit. Og svo náttúrulega bara allt tæknifólki sem ég er með sem er bara líka landsliðið sko í því. Og skiptir ekki síður sko? Nei, það skiptir öllu máli, hafa gott hljóð og góða lýsingu og þannig að þetta verður heilmikið ævintýri. Þetta verður svona mikið jólaland sko. Æðislegt og er allt pakkað eða? Já, það er eiginlega allt pakkað. Það eru örfá sæti laus hérna klukkan 4 á morgun. Og ég mæli með því að fólk mæti sko. Þetta er eitthvað svona, þetta verða einhverju svona töfrar sko. Ég finn það mjög sterkt á mér að því að ég er svo mikið jólabarn líka. Þú veist, ég er búinn að leggja allt í þetta sko. Ég trúi þér. Takk. Óðar skemmtun. Já, takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.